Hilmar Holgersson, hann konuljóður reyndar og og bera sér mikið þokka í dag. Já. Beint af Bílaborg. Já, og beint úr ræktinni. Fórst í ræktina í morgun. Já, veistu hvað þjálfarinn sagði? Hvað segir þú, Hilmar, þegar fólk spyrir þig, hvernig gangi í ræktinni? Að ég bætt á mig kíló í síðustu viku. Og þá sagði ég segi það bara, gangi bara vel, en ég fer ekki eftir mataræðinu. Þá sagði hann, einmitt, þetta var rétt svar hjá þig. Þú mátt alls ekki segja að þú farir eftir því sem ég að segja þér. Þetta alveg sjúklega. Þú gera bara eins og ég. Nei, ég búin að sjá núna síðustu 4 vikur, ég búin að sjá 4 mismunandi kúra Já, þetta ekki kúra. Ég ger ekkert eins og þú. Þetta ekki kúra. Nú ég bara við erum alltaf með krútlegu undirhöguna báðið tveir og við erum alltaf á einhverju seipdrasli. Svo alltaf hambúrgar tilbúð hjá honum á efri hæðinni og hann eins og tannstöng. Ég veit það. Það eitthvað. Ég segi bara eins og eitt góðu vinur minn sagði þegar hann léttist ekki neitt. Ég alltaf í sundi, sagði hann, og húðin drekkur svo mikið vatn í sig. Ég fæ kast. Það ekki svo sváður sér alltaf í sundi? Nei, ég var svona lítið fyrir það. Já, hann fer í rósabað og setur ilmefnu og hann í hefur það gott. Músi. Herðu, en við hringdum í 118 á hann. Já, akkur. Bara því að ég áhuga á þessu. Hringið þú mikið í 118? Nei, það búið að banna mér að í vinnunni, það kostar. Við erum með tölvu fyrir framan okkur og getum leitað þessu þar. Já, það? Áhuga á hverju? Ég bara á því sem að... Tala við konuna á símanum? Já. Það er líka sniðut að ringi klukkuna. Það er hún til þess þá? Já, er það ekki 120? Já. Prófaði það. Hvað er klukkan? Klukkan, ég ekki að ringi klukkuna núna. Það er eitthvað. Herðu, ég heyrði á ykkur í gær, þið voruð tala skó. Já. Skódýrkun. Já, og skaut mér upp í huga ein skemmtileg. Og hún kemur inn á 2 viðkvæm stig hjá mér, annars vegar skóbrúkununa og hins vegar enskukunnáttuna. Ok. Þannig að haldið ykkur nú. Byrði ég að taka upp alltaf. Ok. Þetta var í Þetta gerðist fyrir 2 eða 3 árum. Þá var ég svo lánsamur að gifta mig og við ákvaðum að fara í brúðkaupsferð á einhverja eyju, einhvers staðar í steikjandi hita eitthvað, eða hún ákvaði að fara í brúðkaupsferð þangað. Ég fór þangað með henni í brúðkaupsferðina og það var mjög gaman. Svo eitthvað tíman eftir hádegi, eitthvað daginn og maður nennir ekki í þessu sólbadstandi og löðu svittur bara klukkan 9 á morgnana og ég var að hreyfa mig eitthvað. Já. Og ég segi þannig, heyrðu, eigum við ekki að fara niður á götu og kaupa einhverja skó. Já. Mér vantar íþróttaskó, segi ég, og hún sagði bara, jú, farð þú bara, ég ætla bara að ir í sólbaði hérna. Ég sagði, Elín, nei, ég er ekki að fara að tala við einhverja útlendinga í einhverjum búðum og reyna að panta mér eitthvað, komdu bara með. Svo kemur hún með og við röltum eitthvað niður til og alveg ógeðslega heitt. Svo finn ég einhverja sportíþróttaskóbúð og rölti mér þar inn og það er eitthvað svona áhugaleysi á afgreiðsluliðinu, allir að kapna úr hita og enginn að gera neitt og ég er svona eitthvað gransa með hana við liðin á mér og er alveg að gefast upp á því að það kemur enginn og var að biðja hann að fara að ná í einhvern og hún sagði bara nei, bara fyndi einhverja skó hérna og ég segi, ég nenni ekki að tala við þá, ég kann ekki í ensku og geti þetta ekkit. Þá bara heyri ég hérna í nakan á mér, stóð að spöð skó og við vorum búin að vera þarna í 4 eða 5 daga og það var ekki einn einasti Íslendingur á svæðinu. Við varum búin að labba fram og tilbaka alla strandlengjuna og allt saman og enginn á hótelinu sem við vorum á, ekki neitt. Heyrist ekki inn í skópunum, ert þú að spá í skó? Og ég bara, lít við, stendur þar þeldökkur maður eða svertingi með krullað hár, brosir út af eyrum og ég segi bara, ert ekki að djóka? Talar íslensku? Auðvitað, segir hann. Ég segi, Elín, þú ert bara að fara hérna yfir, fara að skoða kjóla á eitthvað hérna í búðanum kring, ég græja þetta. Svo spyr ég hann, áttu þessa hérna í 44 og hvað? Segir hann, og fer og nær í skóna og áttaði sig greinilega á 44 og hvað og ég var rosalega öruggum með mig það sem hann talaði íslensku. Og ég segi, þetta er frábært maður, þú talar íslensku bara, auðvitað, sagði hann alltaf.
og áfram heldur spjalli og svo segir hann alltaf ég segi, já, ég tek þessu bara, auðvitað, segir hann. Já, og svo förum við bara að kvísluborðinu. Ég var svona eitthvað hann aðeins þungur á brúndi að mér fannst hann eitthvað orðin svolítið vandræðalegur því að ég talaði og hann sagði alltaf og auðvitað. Svo þegar við komum að kvísluborðinu þá borgaði ég fyrir skóna maður og segi hvert fer maður að dansa hérna svona á kvöldin? Þá leit hann á mig og sagði, auðvitað. Nei. Og þá fattaði ég það. Þá var þetta einhver strönda sem fullt að Íslendingum kom alltaf á sumrin og við vorum eitthvað setni part ársins þarna, sko. Og hann var bara búin að læra þetta spá í skó og auðvitað. Það kunni bara þessi 2 ár. Og það var nóg fyrir þig. Já, og svo sagði ég drými bara, auðvitað. En þetta var sölumörska. Ég keypti skóna og ennþá í þeim. Það ekki? 3 árum síðar. Nei, hvernig keypti ég mig? Auðvitað. Já, wow. Já, bara ég hef búin að vera í þeim síðan ég keypti mig. Martin, ertu komin á vetradekkin? Nei, ég fer ekki á einu vetradekk. Nú? Hann sér svo vel, hann getur keyrt betur. Nei, það er eitthvað að klikka aftur. Nei, það? Já. Er auðvasteynin að gefa sér? Já, það er eitthvað þrýstingur. Þrýstingur? Æ, ég veit ekki. Bólga eitthvað? Má laga. Þetta á stórkustleitt. Þetta er skemmtilegt. Ánægilegt að En auðvitað, og þetta spá í skó, það var mikil kátína. Þú bara skoða kjóla. Þú hefur fundið hana síðan aftur. Það er svona mikið af fólki hérna. Það er bara nógum að vera í dag. Jónas Sigurðsson kemur hérna eftir og... Hvaða stelpur eru þetta hérna? Það er starfskynning, sko. Ertu búin að kynna þær? Nei, við erum ekki búin að því, sko. Við erum alveg eftir að gera. Það er komið hérna bara svipa leit og þú. Þannig að það er ekki fengið breykind eftir þú búin að tala síðan komst inn. Þú svona eins og Svavar. Og bara vakna. Má ég smakka þessa missu sem þú ert með þetta? Nei, ekki þetta, þetta er vökvan hérna. Já, þú verður að... Við ætlum að fara bara í slið skipa og Hilli, það var gáðan að sjá því. Já, ég er farin. Eða undir slæðan dag. Já, bæ.